hérna. 562, 62, 62. Já. Glæsilegt, glæsilegt, glæsilegt. Það gaman að sjá okkur öll svona mörg fyrir fram að skjáin að það hálfaðri nú. Hún ylfur yfir Spánýjartölur. Rétt. 11.257 heimsforeldrar hafa safnast. Eru komnir í hús. Eru komnir í hús. Ekki komnir í þetta hús, heldur hafa safnast og það tími til að kætast. Það ótrúlegt að þetta alveg ljómandi gaman. Já, já. Og einhvers staðar heyrði ég að hérna áður við fórum í þessu útsendingu þá ætlaði að vera að safna 10.000. Það var eitthvað markmið. Við setjum markið hærra og stefnum á 15.000 ef ekki bara 20.000. Bara vinda sér í síman. 15.000? Já, eða 16.000. Eða eitthvað. Gaman að þessu, gaman að þessu. Við eigum enn eftir að fylgjast með fullt af skemmtiatriðum en lífið er nú ekki bara eitt stórt partí. Ekki fyrir alla, minnsta kosti. Rétt er það, en við hvetjum alla sem eru í partíi núna aðeins að fá sér að gera að grípa síman því að þið fáið góða timburmenn á morgun. Einmitt, kannski eru það að hlusta á Sigurrós í partíinu? Nei, það efast ég stórlega því að þá væri það ekki partí. Nei, með fullri virðingu fyrir Sigurrós, þeirri snillinga. Algjörlega. En þú ert ekkert að skella þeim á fóninn í góðu glæsi. Nei. En Sigurrós kynnti sér einmitt HVF-verkefni UNICEF í Svasílandi. Kíkjum aðeins á það. Í Svasílandi er hæsta hlutfall HVF-smitaðra í heiminum. Af 1 milljón íbúum þessa litla lands eru 40% HVF-smituð, næstum önnur hver manneskja í landinu. Í september síðastliðnum kynntust við í Sigurrós verkefnum UNICEF í Svasílandi og heimsóttum meðal annars stuðningshóp HVF-smitaðra, SWAPOL, eða Swaziland Positive Living. Í þessum hópi eru 100 manns, þar að veru 20 börn sem flest eru HVF-smituð. Svona stuðningshópar eru út allt land. HVF-smitaðir eru útskúfaðir úr samfélaginu vegna fordóma í þeirra garð. Þess vegna er stuðningshópurinn þeim svo mikilvægur. SWAPOL er þó miklu meira en stuðningshópur. Meðlimir hans fræða aðra sjúkdóminn til að koma í veg fyrir fordóma og veita ráðgjöf til fólks sem er nýbúið að greina. Það mikilvægasta er kannski að þeir annast þá sem ekki geta lengur séð sig sjálfur. Meðlimir SWAPOL vita að einn daginn eiga þeir eftir að þurfa á sömu hjálp að halda. Fræðslan HVF fer fram víða landið og þá einnig í forvarnaskyni. Skólar gegna þann mikilvægu hlutverki þar sem þeir fræða barnunganemendurna hvernig megi forðast þær hættur sem steðja að í samfélaginu og hættan á HVF-smiti einna stærst. Tembi er meðlimur stuðningshópsins og við fengum að fylgjast með starfi hennar. I do go there and visit the people. I walk with my food. If I went early at 7, sometimes 3 or 4, I came back. Við fórum með Tembi til Loma Kesimi sem er 26 ára gömul. Hún greindist HVF jákvæð í ágúst og reiði sig á stuðning SWAPOL. I take her to the VCT. I myself. Yeah, I push her with a wheelbarrow. Yeah, to the station. From the station, to the bus.
from the bus and back to home too. Sonur Loma Kisimi 7 ára gamall. Hann nýverið farinn að sýna fyrstu einkenni HVF. I do this because I don't want to see some people suffering with this sickness. Secondly, I don't want we elders to leave younger people, younger children to stay lonely without parents. Yeah. I love them all. Yeah. I love them all. Alnæmi snertir og breytir lífi milljóna barna í Afríku. En fólk eins og Tembi gerir líf þeirra betra. Við getum stutt og eflt starf þeirra. Vertu með og skráðu þig sem heimsforeldri. Já, ég vil fyrir hönd allra fósturlandsins Freyja hvetja allar konur, dætur, mæður, systur, vinkonur, já, ykkur allar til þess að gerast heimsforeldri. Og nú stíga á stokk nokkrar fósturlandsins Freyjur. Gulla, vinkona mín, mætt með hópi frábæra söngkvenna. Stelpur, eru þið ekki heimsmæður? Jú, allar með tölu. Take it away. Downstairs, the Danny's all-star joint. They've got a jukebox that goes doit, doit. The vice is nice, he stays in the back all day. And when that nighttime comes, hey, there's this cat down there that makes the bad kind of soup. I'll come around, studying my luck in my shoe coop. Cecil gives me coffee and he'll never take my coin. I say, got $30 in my pocket. What you doing, honey? Come on, Cecil, take $1. Come on, Cecil, take a dip. When I finally get up into a whole bunch of big ones, then you're acting like a downshifter. He knows all the underwriters on the boulevard. He got the barefoot cruise and his footy weight hard. They look particularly deadbeat, permanently pale. Cecil picks up his butcher knife and he waves it at the jail. The kid said, I ain't got no dope, cause I just want some OJ. I said, don't look at me, cause it was looking my way. Now Cecil wakes up on him, some juices and cream, and the kid puts a quarter to the pinball machine. Now he said, come on, Cecil, give me $1. Come on, Cecil, give me $5. I'm in a halfway house on a one-way street, and ooh, and I'm quarter past left alive. Now he can talk about your people in a wonderful way. He can talk about your people till your hair turns gray. The sister's in the mustard, she loves to work the pup. She's got pickles in the relish, she never gets enough. Hershey's milkshake steaming on a stick with a hot lettuce sandwich. Oh, let us get thick. It's not because I'm dirty, it's not because I'm clean. It's not because I kiss the boys behind the magazine. I said, hey boys, how about the fight? 'Cause here comes Ricky with the girdle all tight. She don't know your name, she knows what you've got from your matzo ball to the chicken in the pot, chicken in the pot, chicken in the pot, chicken in the downstairs. The Daddy's all-star joint, that jukebox that goes doit, doit. Famous navigators, it should be bop, but in your R&B goes hip scan. You can't break the rules unless you know how to play the game. But if you want to have a fun and show money, keep your feet in the street, toes on the lawn, keep your business in your pocket because that's where it belongs. Come on, Cecil, take $1. Come on, Cecil, take $10.
enn eina ferðina. Já. Það var ljómandi skemmtilegt lag þarna á ferðinni. Jú, virkilega. Herri Sveppi, heldur að Steini sé ennþá í símanum? Já, vinur okkar Þorsteinn Guðmundsson. Jú. Við skulum vinda boltan til hans, en þetta er karakter sem hann bjó til. Hann Þorsteinn, þetta er ekki okkar eini sanni, þetta er karakter sem hann bjó til. Já, hvað segirðu? Hvernig viltu hafa þetta? Já, þetta er svona söfnun fyrir svart fólk og svört börn í Afríku. Já, það má segja það, svona mestu leyti. Ok, svört börn, sem sagt. Já, skiptir það einhverju máli? Já, það náttúrulega gæti gert það, skilurðu. Steina þess þetta pásu? Nei. Sko, auðvitað verða allir að standa sína plikt, skilurðu, og styðja bakið á þessu svarta fólki í Afríku. Einmitt. En ég á svarta eiginkonu. Og hún er nú ekki ódýr í rekstri. Hún er hérna til dæmis að éta poppið mitt og hún er svona mikið fyrir merkjavöru og ég er alltaf að kaupa harnarinn. Þannig að ég er kannski bara búinn að gera mitt. Býtu, ég er ekki alveg að skilja þig. Nei, ok. Hvað er vaninn að fólk borgi í svona? Það er nú mjög misjafnt, það er allt frá 1000 krónum og upp í eitthvað miklu meira. Krónur, já. Ok, myndi ég vera að tala nískur ef ég borgaði 300 krónur? Nei. Ekki ef það er það sem þú ræði við. Ég ræði náttúrulega við miklu meira, skilurðu. Það er bara það sem ég tími frekar. Ok. Steini, borgaði 2000 krónur og hættu þessu rugli. Viltu kannski að ég hringi seinna í því þegar betur stendur á? Nei. Talaðu meira. Give me all the dirty secrets. Þetta var hressandi, mjög hressandi. En við höfum enn eftir að detta fullt af skemmtikröftum hér í kvöld, en Óskar er á fullu í stúdíónu. Skari! Ertu nakinn? Ertu þarna? Ég er nakinn undir fötunum. Já, ok. En ég var að pæla í einu, Skari. Hvernig myndi maður bera sig af ef maður er til dæmis heyrnarlaus og þarf að hringja? Þá hringir maður í 5, 62, 62, 62. Svo veit ekki hvað gerist. En ef maður er blindur? Blindur, það er ekkert mál að hringja ef maður er blindur. Ef maður er heyrnarlaus þá fer maður inn á netið, inn á rautnef.is. Það er gott að heyra. Ég er ánægð með þig. Egill Ólafsson var að koma í hús. Á, ég sá hana það. Egill, blessaður. Það passar ekki á mig. Þú ert ekki með rétta nefið í þetta. Ég er ekki með rétta nefið í þetta. Hvaða nef er þetta? Þú ert bara með rautnef á náttúrunar hendi. Ég veit, ég er með rautnef. Hvað segirðu? Ertu búinn að taka móti einhverjum símtölum? Ég er búinn að taka móti nokkrum símtölum, já. Mjög spennt, ég verð svo spenntur. Já, þetta er gaman. Já, þetta er gaman. Þetta er nefnilega... Þetta er gaman að heyra hvað fólk er jákvætt. Það er allir með á því að vilja gerast heimsforeldri. Ég spyr alltaf vera það í fyrsta sinn. Já. Getur maður gerst oft heimsforeldri? Margfaldur heimsforeldri? Já, maður getur náttúrulega dreigið sig í hlé, sko. Maður getur styrt tímabundið. Ég hef verið heimsforeldri í held ég 15 ár, eða 20 ár, 15 ár. Þú ert gamall í hettunni? Ég er gamall í hettunni, já. Það hringdi inn 13 ára strákur á hann. Já. Ætlar að láta blaðburðarpenningana sinni í þetta? Glæsi. Það er hugulegt. Ég hef ekki, allt þetta verið fullorðið fólk, sko. En nú ég ætla að spyrja næstu spurningar. Átt þú? Ertu foreldri, segir maður líka í leiðinni. Áttu börn? Já. Sko, því að sumir eru að bæta kannski sumir eiga 6, 7, 8 börn, sko. Já, heima hjá sér. Heima hjá sér. Já. Og bætir svo kannski við, sko. Já. En þetta er ekki eins og sumir halda, sko, maður þarf ekkert endilega... Að vera styrkt eitt ákveðið. Já, nei, það er dýrara svoleiðis kerfi. Já, ég er nefnilega þannig, sko. Ég fáum alltaf ljósmyndir sendar Ok, og spírólínu, heitir hún. Já, þetta er merkilegt. Grísk. En við ætlum að fara yfir tölurnar sem hafa safnast í kvöld, ekki að trufla þig meira. Spennandi. Heyrðu, ég fer á... Sko, ég ætla aðeins að súmmera þetta upp. Sko, í kvöld þegar við byrjuðum, þá var heildarfjöldi heimsforeldra á Íslandi 7650, en þetta er allt að springa því að það hafa safnast í kvöld 3218, sem þýðir að heildartalan er komin upp í 11.728. Yes! Þetta er glæsilegt, þú lítur vel út svona. Það er að spyrja mig hérna, sem sagt, hvenær þú ætlar að fara úr Nærbjörnsson?
Ég færi kannski nærbuxunum þegar ég er orðin uppi skroppa með pláss. Já, nákvæmlega. Það bara sem sagt þegar plássið alveg mjög lítið. Hvernig stemningin á NASA? Sveppailmur í loftinu? Það mjög góð stemning hérna. Mjög góður sveppailmur í loftinu. Þetta glæsilegt, það greinilegt að fara að safnast mikið af heimfjármundurum. Ég hveti ykkur, þetta í góðu lagi, Skari. Þetta snill. Nei, ég dottinn úr sambandi. Já, burtu með hana, burtu með þetta hóttrast hérna. Hvernig hitti ég þessu út? Nei, svona, já, einmitt. Og út. Frábært. Fáum eitthvað skemmtilegt, auglýsingar. Öll börn allstaðar í heiminum eru eins. Þau gráta þegar þau detta, þau hlæja í skemmtilegum leik. Þau þurfa faðmlag og þau velta vöngum yfir því hvað þau ætla að gera þegar þau verða stór. Samt það þannig að börnin í heiminum hafa engan veginn sömu tækifæri. Á að mennta sig, á að fá góða heilsugæslu, á að leika sér, á að halda lífi. Fátækt, sjúkdómar, átök og skortur á menntun valda því að milljónir barna í heiminum geta aldrei nýtt hæfileika sína til fulls. Let me take some of the punches for you tonight. Listen to me now. Markmið UNICEF er að skapa betri heim með því að hjálpa börnum í sárri neyð og standa vörð réttindi þeirra. Vertu með og skráðu þig sem heimsforeldri í kvöld. Tveir. Jæja. Og þá langar þess að syngja uppáhaldslagið þitt, eða ekki? Jú. Björgvin Fransa. Svo kemur tíð. Segðu það, strákur. Að við hlýðum kallinu sem að hjörtu okkar heyra svo vel. Það er fólk sem þjáir. Bestu hvað? Já, tími kominn til að sjá og leiða gott af sér. Það væri ráð að hafast ekkert að síðan vona að einhver taki við sér. Með Guði og hans stíl og þú veist að ástin sigrar allt. Við erum börn, við erum búbar, við saman leggja munum nóttir í dag með því að gefa. Allir geta gefið til þeirra sem að þjá. Ef heimurinn er aldrei nóg af frið og ást. Þegar tóninn fer
stöndum saman sem